Og við hefjum þessa stund eins og ávallt með því að signa okkur í nafni Guðs Föðurs, Sonar og Heilags Anda. Og byggjum, vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd til leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Og nú kveikjum við á kertunum og aðventukransinum. Fyrsta kertið var spádómskerti sem minnir okkur á spádóma Gamla testamentisins komu í Krists. Og á síðasta sunnudegi þá heyrðum við reikningalestur úr spádómsbók Jesaja. Þar stendur: Sjá þjónn minn sem ég styð, minn útvalda sem ég hef velþóknun á. Ég legg anda minn yfir hann, hann mun færa þjóðunum réttlæti. Og nú kveikjum við líka á Betlehemskertinu. Og Betlehemskertið minnir okkur á litla þorpið og fjárhúsið, þar sem Kristur fæddist meðal manna og dýra og með náttúruna allt kring. Og í spádómsbók Míka stendur: En þú Betlehem í Efrata, ein minnsta ættborgin í Júda, frá þér læt ég þann koma, drottna skal í Ísrael. Og nú kveiki ég á þessum tveim. Og ég held áfram að lesa ritningalesturinn úr Mattheusar guðspjalli. Biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munuð finna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Eða hver sá maður meðal yðar sem gefur barni sínu stein það biður brauð, eða höggorm þegar það biður fisk. Fyrst þér sem eruð vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá Faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Allt sem þér viljið að aðrir menn geri yður, það skuli þér og þeim gera. Því að þetta lögmálið og spámennirnir. Amen. Já, allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra, sagði Jesú eitt sinn við lærisveina sína. Og hann segir það enn og alla tíð. Segir það við lærisveina sína, okkur sem hlýðum á orð hans og viljum tileinka okkur það. En hvað það sem við viljum að aðrir menn gjöri okkur? Við viljum að þeir komi fram við okkur af virðingu og skilningi, kærleika og séu fúsir að fyrirgefa okkur ef okkur verður eitthvað á. Og hvað viljum við ekki að sé gert? Við viljum ekki vera beitt órétti eða brotið sé á réttundum okkar. Við viljum ekki að aðrir séu ónærgætnir við okkar. Við viljum ekki að aðrir særi okkur. Við viljum ekki fá óréttmæta gagnrýni og við viljum ekki láta baktala okkur. Og svona getum við haldið lengi áfram. Það hollt að velta þessu boði Jesú fyrir okkur. Ég kannski að gera öðrum það sem ég myndi ekki vilja að mér væri gert? Ég kannski að gera öðrum það sem ég myndi alls ekki vilja að þeir gerðu mér? Og ég kannski ekki að gera öðrum það sem ég vil að mér sé gert? Já, þetta góð hugleiðing inn í daginn. Og nú langar mig að lesa fyrir ykkur aðventusálm sem númer 804 og það í nýjustu sálmabókin okkar og sálmurinn eftir Örn Arnarsson. Þótt dauf sé dagsins skíma og dimma okkur hjá, við bíðum bjartra tíma, því bráðum kemur sá, sem ljós af ljósi gefur, nú lífið sigrað hefur,
Við lofum hann, Guðs son, sem gefur trú og von. Við fögnum því við fáum að halda heilög jól. Hann kom frá himni háum og hann er lífsins sól. Herskarar engla og manna, nú syngja hósíanna. Við lofum soninn þann sem boðar kærleikann. Amen. Og nú skulum við biðja. Ég bið bænir upp úr bænabókinni sem er í samantekt séra Karls Sigurbjörnssonar, fyrrverandi biskups. Við tendrum ljós og teljum dagana. Senn kemur þú drottinn minn og Guð minn. Þakka þér fyrir að þú gefur okkur tíma til að undirbúa okkur, tíma til að þrá og vona og þakka. Ég þakka þér Guð á aðventu fyrir hinn undursamlega boðskap aðventunnar. Að þú sem ert mikill vildi verða mannsbarn eins og ég. Guð vek okkur með orði vonarinnar, með boðskap frelsisins, með heilagri eftirvæntingu. Lát ljós dýrðar þinnar lýsa innra með okkur og víkja í burtu öllu myrkri. Guð minn, ger mig ljósbera sem færi ljós og birtu öðrum. Láttu aðventuna og jólaljósin bera mér birtu frá þér og minna á ljósið og gleðina sem framundan er, þegar ríki þitt kemur og vilji þinn verður, lifandi drottinn. Jesús, þú fyllir hjarta mitt gleði í dag. Ég þakka þér að þú kemur enn á ný til allra sem mæðast og allra sem þrá, allra sem fara villir vegar, allra sem bíða ósigur, allra sem í gæfu og gleði sinni hafa gleymt þér. Eins og ávallt kemur þú með umbreytandi, endurnýjandi mátt kærleika þíns. Þökk sé þér drottinn fyrir það undur að þú kemur nú á þessari helgistund til okkar allra. Drottinn láttu friðinn þinn, sem er æðri öllum skilningi, varðveita hjarta okkar og hugsanir í Kristi Jesú. Amen. Biðjum saman bænina sem Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Kæri vinur, ég vona að eigið góðan sunnudag og góða viku framundan. Guð veri með þér.